ekki fylgst vel með þeim og munur ekki gera. En FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan mánudaginn. Við sitjum hér í Fanta sumarfíling, ég og Björn Bragi, verður velkominn. Já, takk fyrir það. Nú spyr ég þig, Björn Bragi, þú ert þekktur fyrir að fylgjast vel með veðrinu. Er sumarið loksins komið? Nú er sumarið komið. Er það ekki? Jú, samkvæmt mínum spám. Já, þetta er ekki bara gluggaveður núna. Nei, nú er bara gott veður. Já. Mjög bara hlýtt. 10 stiga hiti. Spáði, það þarf ekki mikið til að gleðja mann en maður fann að fagna 10 stiga hita. Já, en það líka var sko snjór bara fyrir 5 dögum sko. Já, frost bara fyrir helgi. Já, það var 10 stiga hiti bara æði. Ógeðslegt, en við fögnum 10 stiga hita. Já, 10 stiga hiti og glampandi sól og eins og ég segi, þá held ég sveimi þá að sumarið sé bara komið og við erum með Fanta þátt handa ykkur í dag, kæru hlustendur, við erum með stöðulega staðreyndir á sínum stað, netmisnotkun og þar kemur fyrir aðili sem hefur ekki verið lengi netmisnotkunni. Já. Þannig að það er spennandi. Hann ætlar að koma til okkar Bent því að þeir hjá Rottweiler eru að gefa út nýtt lag. Já. Og ekki bara nýtt lag, ég held að það sé plata á leiðinni frá þeim. Og myndband. Þannig að það er hellingur að vera hér hjá okkur í dag. En þú ert brattur þennan mánudaginn, Bjössi? Já, ég er alltaf brattur á mánudagum. Já. En þú? Fótbolti okkur í kvöldósa? Já, ég er góður. Ég er bara eins og ég segi í sumarskapi og þetta er líka, ég fíla svona, þetta er stutt vinnu eitthvað. Já. Frí á 15. Já, það er bara frí alltaf núna í hverju viku. Já, það er eiginlega bara 4 daga vinnuvikur, bara viku eftir viku núna. Það er voða fínt. Já, það er voða kósi að fá alltaf svona 1 dag í fríatinn á milli. Já, ég væri til í að vera bara með svona 4 daga vinnuviku. Já, þetta ætti bara alltaf að vera svona. Já. Já. En þú varst í einhverju keilu helgina? Já, ég var að keppa í keilu. Hvað af hverju keppa menn í keilu, er það gaman? Já, hrikalega gaman. Við erum í utandeildinni keilu, strákanir. Já, ég sá þú varst að posta einhver myndum af ykkur með svaka byggar og læti. Já, það var endar. Unnuði mótið það? Hvað segirðu? Unnuði þetta mótið sem þú voru að keppa í? Þið sáðu þið postuðu Unnuði mótið sem er það að spyrja hvort það var munnuði mótið sem við kepptum í helgina? Nei, unnuð það ekki. En við unnum deildina. Já, þið unnum deildina, ok, en það er semst deild og svo er úrslitakeppnir, ekki? Jó, við vorum eftir í allri deildinu, utan deildinni og svo var úrslitakeppnin helgina. Já, og þið töpuðu henni? Já, við unnum hann ekki. En okkur voruð þið þá með byggar? Af því við fórum á föstudaginn og keiftum hann. Sko, við vorum með, það voru uppskýrhátti hjá okkur á laugardaginn, hjá liðinu. Og þá var búið að ákveða það, sko, við erum búin að vera í utandeildinu núna í 4 ár og aldrei komist í úrslit. Svo unnum við deildina, þannig að við vorum búin að ákveða að við myndum halda uppskýrháttin á laugardaginn, sama hvernig færi, og við myndum alltaf fagna. Og svo fekk einn besti vinnur minn þá hugmynd að fara bara að kaupa byggar af því við urðum deildarmeistarar. Þeir hafa aldrei gefið byggar fyrir það, þannig við værum með eitthvað svona byggar með okkur. En sko, það var áður en úrslitakeppnin fór fram, eða ekki? Svona keiptum byggarinn? Já. Jú. En var það ekki svolítið svona statement að þið hefðu ekki trú á því að þið myndu vinna úrslitakeppnina? Nei, alls ekki. Það ætlaði að vera deildar og Íslandsmeistarar. Það var búið að plana þetta allt. Já, ég skilji. Við fórum, því miður, fórum við ekki nógu vel út úr úrslitakeppninni. Já, sant, ég held við að enda í 3. sæti. Já. Við töpuðum eiginlega úrslitaleiknum, sko. Já, ég skilji. Þannig að það var deila dögt, sko. En þið fenguð þá silfur? Nei, ekki fyrir 3. sæti. Nei, þeir lentu í 3. sæti, sagði. Ég held að við lentu í 3. sæti, já. Nú, ok. Þannig að það var engin velum fyrir það, sko. En hvað ert að skora mikið, þú veist, svona í skilur leik í keilu? Það er misjænt, þetta er það sem er svo skemmtilegt við þetta, bæði utandeildina og aðra deildir, þetta er bara svo í golfið, þú ert bara með forgjöf. Já, ok. Skilur, ef þú ert mjög lélegur, hæsta forgjöf sem þú getur fengið, það er skal ég segja 80. Ok. Þannig að þá erstum 80 forgjöf og það byrja allir með það. Já. En ég er komin niður í 57 forgjöf held ég. Ok, en hvað, svona, ef þú tekur ekki forgjöfun inn í skilu, þegar nú er fólk, svona, að flestir hafa að fara í keilu. Já. Hvað er svona gæði eins og þú sem er að keppa í utandeildinni með, hvað ert að skora svo Ég er mjög sáttur ef ég næ 150 stöðum. Okay. 130 er svona allt í lagi, en þar fyrir neðan og þá ertu að spila illa. Já, já. En þú, ertu góður í keilu eða? Ég bara veit ekki alveg. Nei. Ég held ég sé fín. Þetta er ríkilega skemmtilegt sport svona að vinna. Já. Það er keilu og hendi í stemmingu. Já. En við óskum, ég held að heiti Amis, þeir unnu utandeildina, eða sem sagt urðu Íslandsmeistarar, unnu ekki utandeildina, við unnum hana. Þeir urðu Íslandsmeistarar á laugardaginn og óskaði til hamingju með það. En við ætlum að halda áfram að tala keilu og fara yfir hvernig gengur. Þetta keilu þátturinn mikli. Já, afturgöngunum. Hvað gerðið þú, Bjössi? Ég var bara nokkur rólegur. Ég er dottinn inn í sjónvarpsþátt. Nú, hvað þáttu það? Það er sko Forbrydelsen. Sem var á dagskrá í vetur, sko, en ég var bara að byrja á fyrstu seríunni núna. Já, það er allt eftir. Það er mjög gott. Og þetta eitthvað veisla það? Þetta er veisla. Já, ég er að tekka þessu. Lost my heart and lost my soul. Now it's time to
á topp tónlistarstöðinni FM 957 í FM 95 Blö og það rýmar, krakka minnir. Topp tónlistarstöðin, ég ránaði, komst þig inn. Við vinnum ekki nógu mikið með það. Nei, við erum að vinna meira með það. Og topp tónlistarþátturinn. Já, topp tónlistarstöðin, FM 957. Það enda líka sko, hinnir strákarnir sem er að vinna á FM. Það enda líka oft sko, hér á FM. Já. Ég þarf að taka það. Heyrðu, og líka hann Fríkór, vinnur okkar. Já. Hann sko með svona... Hann frasa kóngurinn núna, eða? Já, hann svona talar rosalega hratt og svo endar hann í einhverjum svona skrítnum tón á hér á FM. Þú veist, þetta eitthvað svona... það kemur eitthvað kynning, hann hefur kannski 10 sekundur og það eitthvað, já þetta frábært tónlist hérna á mánudegi, þetta var Rudimental og æðislegt lag en við ætlum að halda áfram hérna með topp tónlist handa við hodni, hér á FM þú veist, kemur svona skríti, hér á FM og svo bara din, ég ætla að fara að vinna með það líka en það er komið að slúðri, hér á FM og ég er með ágætis pakkandar í dag, það er hellingur að vera þannig ég er svona spá í að leyfa þér að velja viltu heyra sögur af Rihanna og Chris Brown? Sko, segð mér fyrst, hvað hvert er götu virðið þessa slúðurspakka? Það er, ég veit það ekki. Já, ef þú verður að selja nú svona svartamarkað einhverstaðar, slúðurpakka, hvað? Ég myndi rukka 10 skall fyrir hann. 10 skall? Hann er ekkert allt á dýr, sko. Ok. Ég kottu bara með þetta allt. Ég ætla að halla mér þetta vel aftur. Já, ok, ég ætla að byrja að segja frá því að það á að gera Men in Black 4. Ok. Eftir velgengni Men in Black 3, sástu hana? Nei. Hún var einn daginn, ég fór á hana. Ég veit ekki hvort ég sé bara vaksin upp úr Men in Black. Ég sá Men in Black 1. Já, mér varst hún frábæra þeim tíma. 95, já. Þá var þetta bara komið fyrir mig. Er það? Sástu ekki einu svona 2? Nei. Ég er búinn að sjá 1, 2 og 3 og veist, þær eru allt í lagi en svona ég er ekkert eitthvað að skýta í mig að spenni að fá nummer 4. Er ekki Tommy Lee Jones líka bara hann 70 eða eitthvað sko? Jú, hann er nú samt alltaf feskur. En það er ekki víst að Will Smith taki þátt í 4. myndinni. Hann er eitthvað feimið með það og já, hann vil held ég meina að þetta sé komið gott. Og hver verður þá í staðinn? En eins og leikstjórinn segir hér, aldrei að segja aldrei. Þannig að það er ekki búið að útiloka Will Smith. Ok. Ég veit svo sem ekkert hver myndi taka hans stöðu. Svo er það vinkun okkar Lindsay Lohan. Hún er virkilega ósátt með það að hún þurfa að fara í 3 mánaða meðferð. Já. Hún var í viðtali hjá Piers Morgan á dögunum og þar segir hún að þessi meðferð mun ekki gera neitt fyrir mig. Ég skil ekki okkur þá að loka mig inni eins og eitthvað dýr. Já, ég myndi græða miklu meira á því að ferðast heiminn og hjálpa börnum, sagði hún. Já, en hún er stödd á Betty Ford Clinic, eins og það heitir þarna, þessi meðferðarstofnun, Betty Ford. Já. Og verður þar í 3 mánuði. Og þetta er ekki 1., ekki 2., ekki 3., ekki 4., ekki 5., heldur 7. sinn sem hún skráði sig þangað, held ég. Já, það er sko fyndið. Sem er náttúrulega ekki skrítið, hún náttúrulega verða 50. Nei, hún er 24 ára. Já, nákvæmlega. Það er svo fyndið sko, maður sér svo vel sjálfur, svona við, hérna utan að komandi, hvað hún á bát. Já. En hún virðist ekki sjá það sjálf. Nei, hún hefur bara, já, eins og hún segir, hún hefur engan áhuga á að vera í meðferð. Það er svolítið skrítið þegar þú ert að fá það sem refsingu að fara í meðferð. Já. Því að, já, til þess að ná bata þarf þetta ekki actually að vilja vera í meðferð. Það er nefnilega nákvæmlega málið. Fyrsta skrefið er að viðurkenna vandamálið. Já, það er hárrétt. Hættu að horfa á mig. Svo kemur hérna, já, næsta frétt, það er Kanye West. Hann er búinn að eyða öllum Twitter-fæslum sínum. Og er sennilega hætt á Twitter og ég held að það sé bara ágætis ákvörðun hjá þessum. Já, var hann á Twitter, grimmur eða? Já, hann var að rakka niður hérna Jay-Z og Justin Timberlake þar, ekki bara þar, hann gerði það nú líka á tónleikum. Já. Hann var eitthvað sárið við því að Jay-Z var að rappa með Justin, ég skil það ekki. Justin er töffari, sko. Já, hann svona, svolítið skrítinn stundum. Kann ég? Já, hann er... Lætur skrítnar hlut út af sér. Hann er hálf tæpur bara, held ég. Já. Ekki bara í skapin heldur, ég held líka hann sé svolítið óþroskaður. Já, hann er bara barnalegur. Já, hann er barnalegur. Þroskast eða Kanye. Já, þroskast eða þú ætti að hlusta, svo er ég með smá Rihanna og Chris Brown. Nú er það vist endanlega búið. Nú? Já, ég er hún þreyttur samt að segja slúður af þeim, en þau eru alveg hætt saman. Chris Brown segir að hann mun nú samt alltaf elska hana. Já. En hún var ekki í afmæli hans helgina, heldur var fyrrverandi kærastan hans Chris Brown með hann þar. Svo er einhver mynd hérna af Chris Brown með sígaret upp í sér inn á einhverju skemmtistað og hann er allur út í tattúum. Allur, hann er að tapa sér í þessari tattoo-geðviki sinni. Og já, það er ekki bara ágætt að þau séu hætt saman. Jú, ég meina Chris Brown er ekki vinnur okkar. Nei, ég hef ekki falið það, ég þóla hann ekki. Nei, við myndum ekki bjóða hann í veislu. Nei, hann myndi ekki koma í afmælið mitt. Þetta var slúðupakki dagsins, var þetta ekki bara ágætlega satt með hann? Flott pakki á reytum minn. Það ekki. Jú. Þannig að fara hér í örstuð skilaboð og höldum svo áfram. Í viðskiptafræði þarf maður ekki bara að læra að reikna.
heldur líka að taka ákvarðanir, vinna með fólki og fást við raunveruleg verkefni. Þannig það á Bifröst. Háskólinn á Bifröst. Lítil borg í Borgarfirði. Bláakorti frá Arion Banka kynnir próflaugardjam á Faktor í helgina 10. og 11. maí. FM Belfast, dikt 1860 Vög, Friðrik Dór. Handafa bláakortis fá 20% afslátt á miðum þegar verslaðir á miði.is. Ert þú ekki örugglega með bláakort? Á hringtorg.is farðu Hringtorgs-appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláakortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Nýtt í bíó. Mamma. Þrælmagnaður spennutrillir frá Guillermo del Toro sem fann okkur panslabrið. Is she here in this house? Mamma. She's safe. Frumsýnt 8. maí í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Stóri dagurinn nálgast. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 10. maí. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnings. Krappís Engifjöröl kynnir. Allir leikir í beinni á risaskjá. Enski og meistaradeildin. Engispub við Austurvöll. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin. Ég með lagið Beneath You're Beautiful. Og það ekki vera. Þetta á vel við stjórnanda þáttarins Auðun Blöndal. Já, okkur Beneath and Beautiful. Það því bara. Það ekki bara góð mannvirki eða? Jú, bara ég að segja út, góðu maður. alveg meira á það. En hérna áður en við höldum lengra, við vorum að ræða Keilu áðan. Já. Og þú varst að keppa í úrslitakeppninu melgina. Og ég búinn að viðurkenna fyrir þér, það var smá svindl í gangi. Nei, byrju, ég var að við vorum að tala ég var að spyrja þig hvað svona væri gott skor hjá þér, sko, eða þú veist hvað þú væri að ná og þú varst eitthvað 150. Já. Ég fekk SMS núna hérna rétt áðan, sem að ístóð 113 í fyrsta leik hjá Blö. Já, hver sendi það? Það var skelfilegur leikur. Ég gef ekki upp heimildamenn mína. Við ætlum að ræða þessa Keilu meira í fyrsta leik. Það er bara kjánalegt að segja frá því, en ég er ekki að grínast. Ég var stressaður og bara hjarta var alveg á milljón. Ég var búinn að hlakka svo mikið til að fara að keppa í Keilu. Því þetta var úrslitakeppnin. Varst það bara með gutterball eftir gutterball? Nei, en ég var skelfilegur í fyrsta leik og ég var að verða bilaður á því. Já. Því að Sveppi, hann bara spilaði frábærlega, stepped up. Og hann er líka Big Game Sveppi. Big Game Sveppi. Var hann að senda þetta kannski? Ég gef ekki upp heimildamenn mína. Nei, og svo, þeir voru, það er alltaf 3 hinir sem spila og báðir hinir voru að spila vel, ekki ég. Ég tapaði mínu leik og ég var að vera að geða ykkur. Ég beiti handleggin á mér og bara náði mér ekki í gang. Hvar beist ég hann? Hérna. Já. Ég bara tók nettan Suárez á þetta. Já, rétt fyrir hún úrliðin. Þannig ég být bara sjálf á mig. Já. Ég skil þig. En gaman, einhver skildi senda þér það. Ég hef verið svona lillur í fyrsta leik. Ég var alltaf í lagi hinum, það var 130 Ég ætla ekki eitthvað að nutta þér upp úr því. Ég vil bara skilur að það sannleikurinn fái að koma í ljós í þættinum, sko. Já, þú varst að spyrja því fyrst innkomi hvað ég væri sáttur við. Nei, ég sagði svona hvað ert að ná svona og þá sagðir þú ég væri sáttur í svona 150 en svona þú varst svolítið afvegarlega hlustendur með því að segja að þú væri svona 150 scoring maður. Nei, svo sagði ég 130 allt í lagi, þar undir vond. Já, en þú veist, þú varst ekki að taka fram að þú hefðir eyðilagt leikinn fyrir liðsfélögunum. Ég eyðilagði þetta, ég var bara lélegur í fyrsta leik. Já, ég skil það samt ekki, sko, 33 ára gamall, mættu í utandeildinni Keilu að deyja úr stressi. Já. Það er bara kjánalegt að segja frá því. Þetta er ekki gott, sko, þetta er ekki, sko... Nei, það bara sýndi að þetta skipti máli fyrir mig. Já, þetta er ógeðslega gaman. Það er líka það sem ég saknaði, sko, nú var maður alltaf í fótbolta á körfa sinni tíma. Ég var bara líka búinn að sakna þess að vera hluta af liði. Já. Það er svo gaman. Það er rosa gaman. Því líkt vona að vinniðin standi sér vel inn á vellinum. Með þess að spila alltaf 3 og 3, við vorum 6. Þannig við spilum fyrsta leik, svo spilum þeir næsta leik. Þá ertu bara stressaði með og það er bara svo gaman að vera hluta af liði og búinn að gleyma þeim. Já, ég veit að maður. Og það er eiginlega synd að maður skulle ekki vera oftar í liði. Búinn til eitthvað liði núna. Er það ekki? Getur ekki farið í utandeildinni fótbolta í sumar eða eitthvað? Jú, gera það. Já, og talandi lið og allir óska stjörnunni, framstúlkun til hamingju. Stjarnan er ekki sátt núna. Ég var aðeins og snöggur á með það, en framstúlkur eru Íslandsmeistarar í handbolta. Já. Og skoðu þeim að sjálfsögðu til hamingju. Fyrsta skipti í
Já, þær voru búin að lenda í öðru sæti, hvað, síðustu 4 ára eða hvað líka? 5 held ég. Já, það svekkjandi. Þannig að það hefur verið virkilega gaman fyrir þær að gera og óskuðið heim til hamingju. Svo líka það Haukar Fram. Haukar Fram. Já, Fram í kvöld. Framar geta unnið líka í karlaflokki. Já, það geta unnið 2-falt. En væri ekki skemmtilegra að Haukar myndi vinna í kvöld og fá einn úrslitaleik? Jú, 2-1 í einvíðinu. Já, ég horfði á leikinu daginn sem var 2 framlengdur og það var mjög gaman, þannig ég var alveg til að fá auka leiki í þessu. Ég vil bara allir vinni. Svo eru okkar lið að spila í kvöld, komum kannski betri inn á það hér á eftir. Já. En við skulum fá hér eitt gamalt og gott. Þetta lag minnir mig á, hvað ætli ég að verið, 22 ára. Og alltaf verið að spila þetta pop 2 eins og þetta heitir In the End og með Linkin Park. Ég hef alltaf fílað einhvern veginn. Já. Ég reyndar svona handboltarakkari, ég fíla svona. Já, þú ég meðst að sko ég fílaði Krít á sínum tíma. Já, þú ert frægur fyrir að vera með mjög vondan tónlistasmekk. Er það? Er það ekki? Nei, ég held að það sé ágætur. Ég sko, ef það einhver frægur fyrir að vera með vondan tónlistasmekk, þá er það Egill. Já. Hjörvar líka með mjög steiktan tónlistasmekk. Egill náttúrulega með svona eitthvað next level vondan tónlistasmekk, sko. Já, þetta kallast eða ekki tónlistasmekkur. Nei, þetta er eitthvað svona, ég veit ekki hvað, ég veit ekki alveg hvað gerðist. Nei. Þetta er eins og eitthvað svona orðið fyrir einhverju áfalli, svona tónlistarlegu áfalli í æsku. Og þetta er líka svo, það sem er svo fyndið við þetta, það eru ótrúlega margir sem er að spyrja með eins og með stuðlagi hans, hvort hann sé ekki örugglega grínast, hann er ekkert að fíblast. Þetta eru bara lög sem hann að hlusta inn á skrifstofu hjá sér og heima hjá sér og í bílnum, að setjast í bílinn, hann er með svona skrifaðan disk í bílnum sínum. Og það er hver hornbjóðurinn fætur öðrum, bara á disknum. Þetta er eitthvað sem þú myndir aldrei verið með í þínu bíl. Við þurfum að taka eitthvað svona intervention á hann. Já, við þurfum eitthvað aðeins að ræða þetta við hann. En það styttist hér í sturla staðreyndir og bentir á leiðinum til okkar, netmisnótkunnin og fleira. En ég var að lesa inn á humb.is sem er okkar biblía. Humb.is og hérna stendur 15 vestu fyllibitnar. Hvernig típa ertu á djamminu? 15 vestu fyllibitnar? Já. Það eru þetta gaurar sem ég verið að tellja upp. Nei, það verið að tala um hvernig típa þú ert á djamminu. Og ég ætlaði svona að spyrja þig, Bjössi, af því að við erum ekkert oft skemmt okkar saman. Nei. Hvernig típa ert þú? Við höfum reyndar gert það, þú bara manst ekkert eftir því. Já, því að ég er þá er ég númer 15, þessi sem gleymur öllu sem sagt var í áfengisvímunni. Já. Þannig ég ætla að fara að segja þetta. Ert þú svo típa? Sem gleymur þetta? Já, gleymur þetta einn eftir. Nei. Veitu hvað eru 15 típur? Já. Og á ég að segja þér að fæ ég að heyra hvaða típur það eru? Ég ætla svona að spyrja þig að þú getur alveg verið nokkra af þessum típum. Kannski ert það enginn af þessum típum. Ég ætla bara svona að tjekka hvernig er Björn Bragi þegar hann djamar. Já, komdu með nokkra möguleika. Þú gleymir ekki öllu sem var sagt í vímunni? Nei. Manstu alltaf daginn eftir? Það er ekki allt. Nei, það er svona meiri hlutan. Já. Ég sammála því, það er sjálfgett að hitt gerist. Svo er það hérna með 14, þessi sem talar endalaust um að þú sért besti vinur hennar. Það er alls ekki ég. Það er vottur af því hjá mér. Já. Af því að ég er með svona topp 5 lista yfir bestu vini og ég er mjög duglegur þegar ég er að skemmta mér að segja mönnum hvað eru konir og hvað sé að gerast og svona. Þannig að ég tek smá að 14 á mig. Þú ert sem sagt rugglaður, ok, höldum áfram. Og svo er það þetta 13. Þessi sem gleymur öllum plönum um hvað átt að gera kvöldið. Nei, ég er nú ekki þar. Af því að ég er mjög skiplaður. Já, ég reyndar kannski fer svolítið bara svona þangað sem ég vil fara. Já, þannig að... En ég er ekki stinga alltaf af. Nei, þú ert ekkert búin að gleyma og það er innflutningspartí. Nei, ég gleymi þig ekki, sko. Nei, en bara ákveður að fara ekki. Nei, ég tekur þetta tilbaka. Ég er ekki þú ert nettur wildcat. Ég er ekki þessi maður. Ég er ekki þessi maður sem er að segja sér. Nei, þú bara gerir það sem þú vilt, auðvitað, ánægði með þeim. Svo kemur ég númer 12, þessi sem talar endalaust um að vera drukkinn. Vá, það er bara, það gæti ekki fjarið því að vera ég. Það er ekki skemmtileg típa. Þið fullir. Já, kannski nettu þannig með þegar ég var 18 ára. Já. Þá var ég kannski að tala um, vá maður, ég er nú neitt smá fullur maður. Ég var líka að hugsa um þetta daginn, þegar maður er sko fyrst að byrja að drekka, þá er maður mikið að vera reyna að vera drukkinn. En eftir því sem þú eru eldri, því meira reynir að sýnast þeirra eftir drukkinn. En ert líklega búin að drekka miklu meira. Þetta fer akkurat dögt, það er góður punktur í þér. Svo er hér númer 11. Þessi sem viðurkennir ekki að vera drukkinn. Nei, það er ekki heldur ég. Nei, ekki heldur. Ég þekki mér þess að engan sem er þannig held ég. Þá áttu nú við eitthvað vandamáli þriða líka. Já, ég er ekkert full. Ég er góður sko, ég er góður. Svo er hérna þessi sem fer í sleik við alla, það nettu þú eða ekki. Jú, ég veit. Nei, það er ekki ég. En hvað skemmtileg típa sem það er líka. Jú, það er alveg einhverjir. Já, sem fer í sleik við alla. Já. Ok, og alveg saman hvort að við komum til vill fyrir sleik við hann eða ekki eða? Nei, það er lögbrot. Svo er það hérna, þessi sem sopnar heima hjá þér. Nei. Nei. Þú sefur alltaf heima á sjálfur þér? Já.
Þegar mér líður svo yfirhersli. Já, þú ert í smá yfirhersli. Fíla. Já, þessi sem gleymir hvernig salerni virka. Nei, ég get nú ekki verið sammála í því. Það er eiginlega bara viðbjóðsleg típa. Það er bara hvað... Ég vona að séu ekki marga þannig típur úti. Svo er nummer 7. Þessi sem sendir SMS út allt. Ertu mikið í því? Nei, mjög lítið. Strita SMS-um þegar þú átt að fá þér. Ég meira að tala við fólki sem eru á staðnum. Já, sammála því. Þetta er svona pínu Egill. Hann er mikið í símanum. Já. Svo er nummer 6. Þessi sem ætlar að vera á bíl en dettur sviða. Þetta er svo típa. Kemur á bílnum, ætlar að vera rólur. Nei, ég veit alveg ef ég er að fara að drekka. Já, en það er samt með það ekki það... Kannski aðstæðanlegt að vera að ræða þetta hérna, en það er svona á það til að vera skemmtilegustu. Það er óvænt, sko. Já, það er enda rétt. Svo er það 5 eftir þessi sem ætlar að reyna að vera djúpur. Vá, nei. Það er leiðileg típa. Já, þessi sem verður alltaf veikur. Veikur? Það er verið að lýsa einhverjum mjög skrýttum típu, þarna. Já, maður þekkir ekki mikið þessu, sko. Þessi sem getur ekki hægt að gráta. Já, það er ég. Svo þessi sem heldur að getur notið sjarman og alla. Já, það er kannski pínu þú. Býtu, heyrðu. Ég myndi segja að ég væri þessi gæi sem er alltaf grátandi og í sleiku allar. Þegar ég ætti að velja 2. Og svo var það síðast þessi sem byrjar alltaf að rífast. Gaman að skemmta sig með honum. Þetta eru þessar típur og þú ert ekkert af þessu. Jú, gæi sem grætur. Gæi sem grætur? Græt alltaf þegar ég fæ mér í glas. Þú grætur, ferður að rífast og svo notar það sjálfmann. Með afsláttarþrepum orkunar er í fyrsta sinn á Íslandi veittur afsláttur á eldsneyti í samræmi við eldsneytiskaup í mánuðinum á undan. Sæktu orkulykil, skráðu því í afsláttarþrep orkunar og fáðu strax afsláttinn sem þú átt skilið. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Bláakorti frá Arion banka kynnir Próflaugardjam á Faktor í helgina 10. og 11. maí. FM Belfast, dikt 1860 vög, Friðrik Dóm. Handhafa bláakortis fá 20% afslátt á miðum þegar verslaðir á miði.is. Ert þú ekki örugglega með bláakort? Á hringtorg.is farðu Hringtorgs-appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláakortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Í símaskráni 2013 tjáir þjóðin þakklæti sig til sjálfboðaliða Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. Þú getur nálgast þitt eintak núna. Upplýsingar afhendingarstaði á já.is. Já er svarið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Það geti ekki verið meira sammála Bruno Mars. Bjössi, you're amazing just the way you are. Hættu þessi, ég fyrir á mér. Við erum að hlusta hér á Auðun Blöndal og Björn Braga verður með ykkur til 6 í dag hér í FM 95 Blö. Og það er komið að daglegum lið sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Yes! Og þarna þekki ég þig. Hvað með þetta? Já, ég er með 10 staðreyndir. Sumar eru sturlaðar, aðrar áhugaverðar. Og vonandi hafið þið gaman að kæru hlustendur. Verð bara að spyrja, hversu sturlaðar eru þessar staðreyndir í dag? Það eru svona 7. 7, ok. Þannig að það er svona myndið, þú veist, þurfa einhvers konar lyf og mögulega svona, þú veist. Það eru nokkuð sturlaðar. Einhverja meðferð, en kannski ekki lokaðurinn á geðveikrahæli. Nei, þetta er ekki spennutreyja. Nei, þetta er ekki spennutreyja, en þetta er svona, þetta er lyfjameðferð. Já, og við byrjum hér á fyrstu sem er, kannski ekkert, hún er ekkert það sturluð, en það er Obama Fried Chicken staðir í Kína. Eða OFC. Obama? Já. Eins og Barack Obama? Já, Obama Fried Chicken. Þetta er sturlað. Já, það er í Kína. Já. Og ganga þér undir nafninu OFC. Ert þú KFC maður? Ekki alveg, sko. Nei, ok. Það er... En þú? Já, þetta er úrslega gott. Kannski ekki að hotlast það sem á ferðin. Gott er það. Já. Svo er það hér, þetta hérna, bakka aðeins frá núna. Ok. Snúða hægri löppinni í ringi, sem sagt svona, veist eins og klukka. Hægri löppinni? Já. Frá standu? Já, þetta er bara, hún getur líka gert það á stólun. Já. Ok. Kanski snú henni svona bara í ringi? Já, bara eins og, veist, klukkan fyrr. Já. Já. Og skrifaði núna 6 með hægri hendinni. Löppin fór í hinna ringin. Wow. Jep, sturlu staðrind. Sérðu, ég vissum þetta var gaman að þessu. Þannig að fyrir ykkur sem eru þarna úti að hlusta. Ég get þetta ekki. Þetta er ekki hægt.
snúið löppinni bara svona eins og klukkuringin eða sólaringin og skrifið svo 6 með hægri hendinni. Það var geðveikt að vanda sig við þetta, sko. Byrjar alltaf að fara með löppinni hérna áttina. Þetta er sturlu staðreynd. Já. Nú er ég bara, my mind is blown. Já, svona, það er það sem að sturlaða staðreyndi gera. Það er bara, það eru mind-blowing. Svo er hér næsta, þetta er komið gott, Björsi, þú getur þetta ekki. Einn af hverjum 3 sturta niður á meðan hann situr ennþá á klósettinu. Já. Sturlu staðreynd, ert þú í þeim bakka? Nei, en ég var með gest heima hjá mér daginn. Já, sem að nefndi mitt við mig, hann hefði setið á klósettinu á mér. Já. Og sturta niður og það hefur svo mikið vatn að hann hefði fengið svo kallar neðan þvott. Já, bara upp í bossan. Já. Guðsast svona mikið þegar þú ert í... Og félagin, já. Tippið líka. En var hann sem sagt pissar hann sitjandi eða? Gæti verið, ég hugsaði ekki að lúti þetta. Ég var svona, mér finnst þetta bara svona... Eða kom hann bara sem gestur til þinn og hendi sér bara inn á klósett að... Ég veit það ekki alveg. Nei, ok. En þá fór ég að hugsa, sko, af hverju stóðst ekki bara upp og sturtaði niður þá? Já, fyrir utan það. En... Sko, ég ger þetta stundum, sturta niður þegar ég er ekki búinn, en það er einmitt ef ég er að henda í númer 2. Já, takk fyrir það. Af því að ég veit ekki að komi lykt. Það er svona gamla góða shit and flush. Þú hefur aldrei tekið það, eða? Hefur ekki tekið það? Ég ætla ekki að ræða þetta í útvarpi. Nei, ok. En allavega, ég hvet fólk til að gera það, það er mjög sniðugt. En þú pissar ekki sitjandi, eða? Nei, það er fullt af mönnum í því. Jói Ásbjörns og fleiri. Ég gera stundum. Ok, þá veist það vera hollt fyrir mann. Ó, hvað sér þú? Að pissa sitjandi, þá veist, já. Nei, þá fór ég gillinæð. Nú, ok. Já, herruðu, áfram með þetta. Ég held það. Hér kemur einn sem ég hafði mjög gaman. Jói er með rosalega gillinæð. Já, Jói, hann er allir í þessu, Jói Ásbjörns. En þessi hérna er mögnuð. Fuglar svitningi. Já. Sturlu staðrind. En það er alveg fleiri dýr líka. Ok, hvað dýr? Þú veist eins og hundar, þeir svitna bara út um munnin. Já, það kemur hérna slefið bara. Já. En fuglar svitna ekkert. Já. Og vissur það að ef að fuglar myndu svitna, þá gæti þeir ekki flogið. Akkur? Ég veit ekki, bara sturlu staðrind. Þú ert vísindamaður. Takk. Svo er því næsta. 52% kvenna myndi freka vilja vera grannar heldur en að stunda kynlíf. Já. Það myndi gefa upp kynlíf fyrir að vera grannar að eilífu. Já, einmitt. Við erum svolítið að tala um þetta alltaf hvað konur væri til í að gera mikið af hlutum í staðin fyrir að stunda kynlíf. Já, eða pening. Það er líka með kallmenn. Það hafa bara ekkert gaman að stunda kynlíf. Já, það er líka með kallmenn. Já. Kemur helling. Þegar vilja allir bara borða súkkulaði frekar stunda kynlíf og eitthvað svoleiðis. Það var eitthvað 60% karlmann að vilja frekar sko... Borða pítsu? Já, gefa upp kynlíf heldur en að vera með heldur en að gefa upp iPhone-in sinn. Já. Bara heimskasta sem ég hýrt, fáðu bara nýjan síma. Nei, hann verður að tala um að mig ekki vera með iPhone. Já. Það er rosa gaman að vera með iPhone. En það er ekki það gaman, sko. Það er reyndar mjög gaman. Svo er það hérna, já, þetta fannst mér líka eitthvað svona sikk og ég veit ekki með þetta, en það eru nektar veitingastæðir í Þýskalandi. Já. Það sem að þú fer bara og borðar nakin. Já, mér þætti ekki gott að gera það fyrir framan ókunnugt fólk. Sturlu staðrind, já, bara áhugin 0. Já. Sitja einhvers staðar með steik og rauðvín og sitja bara á tippinu. Nei, hvernig mat þú ert örugglega að borða steik og rauðvín? Þú ert að borða eitthvað svolítið svona... Hvað heldur þú að borða? Heita súpu. En svo líka, hvernig stemming er þetta? Er allir bara, allir voða rólið bara og sitja bara nakin að borða? Þetta er voða strefan. Er þetta ekki bara, skilur, er eitthvað svona slæmt að vera nakin fyrir framlána fólk? Það er náttúrulega léttir að vera allir naktinn. Já. Ég hef aldrei verið spírhættur, sko. Nei, en þú ert með snertifælni. Já, en veist, ekki, þetta fólk situr ekki ofar. Af hverju ertu með svona mikla snertifælni? Ég veit það ekki. Ok. Skil það ekki. En þú spírhættur eða? Nei, ég er rosalega lítið spírhættur. Ég er eiginlega meira haldið sýniþörf. Já, það er ekkert annað. Þannig að þú getur borðað á þessum stað? Já, ég vil vera nakin. Já, farðu bara úr. Ég myndi gera það ef að Ingimar var ekki búin að stilla upp myndaður með þetta allt. Þá geti ég kannski verið nakin eða. Settir nakin í útvarpinu, það er auðvitað bara frelsandi. Kynlíf og hlátur er besta meðal sem hægt er að fá gegn stressi. Sturlu staðrind. Og helst bæði í einu. Hefurðu lent í því? Nei. Hefurðu aldrei hlegið með náttúrulega stundar kynlíf? Einhvern tímann. Já, nú er dottinn. Já. Af hverju varst það að lega? Það skiptir ekki máli. Jú. Nei, þetta er klikkar. Svo kemur hérna, já, þetta fannst mér eiginlega hálf sikk líka. Já. Ég veit ekki, allavega þetta var inn á síðunni og er sturlu staðrind að það er síður að kissa brjóstinn á ömmuðinni eftir að hún deyri í Kína. Semst í jarðarförunni. En þá er ekkert að tala um að fara á berbrjóstinn, örgulega. Er þetta ekki bara svona að fara á kassan og... Ég veit ekki, mér finnst þetta mjög grilla. Já, kannski.
Ljóma sér statt. Já, þetta ekki á Íslandi. Nei. Froskar geta ekki farið í sleik. Nei. Sturlu staðarind. En ég meina, er ekki fá dýr sem að fara í sleik? Ég veit ekki, þú veit þessi gáða hérna. Já, ég veit ekki. Nei, hvað, ég meina, þú segir aldrei hunda í sleik heldur. Nei, þeir er svona sleikja hvort annan alveg vilt og galið, sko. Já, en froskar get ekki farið í sleik. Hundar eru fastur á munnstíginu. Já, hvaða fleiri dýr fara ekki, já, veist, ég hef aldrei séð íkoti í sleik. Nei, það fuglar, skilur, þeir eru með gogg. Já, það get ekki farið í sleik. Eru fuglar með tungu einsni? Kissast fuglar? Ég veit, þú veist, við erum með svo margar spurningar að það ætti að vera einhver svona dýra, svona náttúru. Já, en þetta er samt góð spurningar. Ég er ekkert vissum að fuglar kissist. Já. Herru, svo það hér, það eru 2 eftir. Já. Þessi fannst mér áhugaverð þar sem ég er svona kvikmynda lúði. Já. Klukkan er 20 mínútur yfir 4 á öllum klukkunum í Pulp Fiction. Já, ég hef heyrt þetta áður. Já. Það er svona ekta Quentin Tarantino. Ná, næst er að horfa á Pulp Fiction, þá getið þið tekkað á þessum. Á öllum klukkum er hún alltaf 20 mínútur yfir 4. Já. Svo er það síðasta. Hárið á þér heldur áfram að vaksa í 2 mánuði eftir á deyrð. Það er mjög skrítið. Já, og algjör óþarfi. Já. Hvernig verður frekar að láta hárið vaksa fólki sem þarf á því að halda meðan það er á lífi? Já, ég var einmitt að sjá á vísi að það er komin einhver vampíru meðferð, eitthvað við skalla. Nei. Jú. Og byrja hvað er það? Við skulum kíkja á það eftir, næstu. Hvaða staðrend stóð upp úr í dag, Björsi? Hvað staðan aftur með? Mér fannst þetta bara mjög fína staðrendir. Já, voru það ekki ágættar? Heilt yfir. Já, það slóð mig mest með veitingastæðin í Þýskalanda sem að fólk er að borða nægi. Já, ég væri til að fara á hann. Já, ekki ég. 10 stiga hiti og, já, flestir konir í sumarfílingaði. Ég held Björn Bragi stökk eitthvað fram. Ég held hann að fara á klósettið eða að sækja sér kaffi eða eitthvað. Þannig að ég er nú bara einn hérna í stúdíónu eins og er. Það styttist í að við fáum Bent til okkar í spjall og netmisnótkunin. Hún er bara hér rétt hand af horni. Þannig að ekki missa því. Ég ætla að spila hér Óskalag sem er bast í gegnum 511 og 957. Það er gamalt föstudagslag með Svessa Bergmann og eitt af hans vinsalustum. Það heitir Titanium. Skulum tjekka því áður við förum í netmisnótkun. 957 kynnir í samvinnu við Túborg. Prólokatjam á Factory helgina 10. og 11. mæ. Fram koma FM Belfast, Vök og Friðrik Dór. Miðasala hafið á miði.is. Handhafar bláakortsins fá 20% afslátt af miðum þegar verslað er á miði.is. Túborg og FM 957. Á hringtorg.is farðu hringtorgsappið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláakortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Agent.is í samstarfið Túborg og N1 kynna Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental og stærsta plötusnúð heims, Nicky Romero. Á Keflavík Music Festival daga 5.–9. júní. Atriðin á samt 100 öðrum tónlistatriðum. Ekki missa stærstu tónlistahátíð landsins, tryggðir miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Símaskráin 2013 er tileinkuð sjálfboðaliðum Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. Þú finnur upplýsingar afhendingarstaði á já.is. Já er svarið. Sumarið verður frábært með FM 957. Beyoncé tónleikar í Kaupmannahöfn með Pepsi Max. Keflavík Music Festival, Avicii tónleikar í Svíþjóð með Carlsberg. Bíladagar á Akureyri, fyrsta helgin í júlí. Þjóðhátíð í Eyjum, FM á ferð og flug landið og miklu meira til. Svo má ekki gleyma allskyns viðburðum. Bíósýningum, grillveislum, almennri gleði og auðvitað topp tónlist alla daga, öll kvöld, 7 daga vikunar. Fáðu okkur í símaninn. Sæktu nýja appið og hlusta á FM 957 hvar og hvenær sem er. Farðu í App Store eða Google Play og sláðu inn FM 957. Sumarið verður frábært. FM 957. Gleðilegt sumar. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á Auðun Blöndal og Björn Braga með ykkur í FM 95 Blöð þennan mánudaginn og við erum í miklu stuði. Strákanir, styttist því að Bent ætla að kíkja á okkur úr Rottvalir. Þeir eru mitt að koma, ekki bara nýtt lag, heldur nýtt vídeo og nýja plötu. Allur pakkinn, bara eins og pósturinn. Allt að gerast hjá XXX, en það er hins vegar komið að föstum mánudagsliði sem heitir
netmisnotkunin og þá förum við inn á Facebookið eða Twitter og erum svona að skoða þekkta Íslendinga og svona að segja frá því hvað sé að frétta á síðan þeirra. Já, nákvæmlega. Og já, sko, manneskjan sem við ætlum að taka fyrir í dag hefur ekki verið hjá okkur lengi í netmisnotkunni, hún hefur verið áður samt. Já. Og einhvern veginn svona að skjóta sér aftur í sviðsljósið þessa dagana eftir að hafa legið í dvala. Já, svona aðeins. Já, og þetta hún Vala Grand. Já. Og hún á lausum þessa dagana. Já. Þau hafa slitið trúlóninni því miður, það er leiðilegt að svoleiðis gerist. Já. En það sem ég tók eftir með Facebookina Völu Grand og ég tók eftir þessu fyrir svolítið síðan eins og hérna bara strax 28. apríl eiginlega sko eftir að hún slítur trúlóninni að þau hætta saman. Já. Hún og kærastinn hennar. Já. Þá skrifar hún eiginlega single, svona hashtag single við allar myndir og statusar sem hún setur inn á Facebookið sitt. Já. Það átti ekki að fara á milli mála að hún var á lausu. Já, ég skil ekki. En svo hérna bara strax 28. apríl þá hún og Íris Edda Heimisdóttir og byrjaðum bara strax, það eru hérna með sólgleru og svo eitthvað svona einhverja myndir í kring. Já. Og þá stendur strax two single ladies að fara á date með hvort annari lesbian time. Já. Íris Edda. Okay. Þannig að hann byrja strax bara two single ladies. Ok, það er smá lesbian time svona. Já. Og svo mynd af henni að vera að kissa vinkornu sína hérna, eitthvað The Cat and Tiger Love, eitthvað. Já. Hvað lesbian time þar? Meira lesbian time? Já, hún skrifar hendur ekki lesbian time þar. Nei, ok. En svo hérna Advertise for the Radio, setja grandstuð promo á, hún komin í útvarpið, stúlkan. Er hún í samkeppni á okkur? Nei, ég held hún sé ekki á sama tíma. Nei. Þannig að það ágætt, en það myndi ég ekki vilja keppa við hana. Nei. Og svo fer ég hérna aðeins lengra upp og þá einhvern veginn byrjar það sem ég var að tala að það er single við allt. Já. Eins og hérna kemur hún bara relaxing, svona hashtag, hún liggur hérna á einhverju svona gulum ból í svona svörtum diskobuxum og einhverjum stærstu hælum sem ég séð. Sér þessa mynd? Já, akkurat. Og með gula derhú í stíl. Já, með gula derhú. Ég veit nú ekki hver tók myndina en það er svona eins og hún sé ekkert að spá í að sé verið að taka mynda henni. Já, akkurat. Þetta er svo paparazzi. Já, en þar stendur hashtag relaxing, hashtag sexy, hashtag single. Já, akkurat. Og svo kemur aftur hér strax. Það er eitt hérna sem að vekar athygli mína, fyrir ekki að þið tröfli. Hvað er með það? Sko, hún er rosa mikið að vinna með hashtaginn, en þetta er samt bara á Facebook. Já, þetta er ekki Twitter eða Insta. Nei, og hashtag sko, þau eru gagnslaus á Facebook sko. Já, það fer enginn að leita eftir hashtaginu sko. Nei, nákvæmlega, það er ekki hægt. Nei. Þannig að hérna, þau kannski mætti segja henni það, ég veit ekki. Já, svo er hérna alveg eins myndaðinni þar sem að hún er í sama galla, gulum ból með gula derhúfu. Já, hún er að vinna með gula bólinn svolítið. Já, og þar stendur Office Grand Look Feeling Sex. Já, ok. Ég held að hún hafi gleymt einu ussólunni þannig, getur það verið? Sexy. Já, það ekki, Office Grand Look Feeling Sexy. Já, það fyrir hvað hún er að reyna að segja okkur. Já, nefnum, hvað finnur hún fyrir kynni við hana? Ég veit ekki. Hvað er hún að skoða í tölvunni eiginlega? Hann er hún að skoða eitthvað í tölvunni. Hérna, svo sko, svo er hún líka sko, þetta er svona snýst greinlega mikið um að koma sér hérna, koma fólki út, ekki bara henni að því að hérna, þú veist, hérna postar hún mynd af vini sínum, einhverjum Arnþóri. Já. Og þar stendur þessi dulla kom og heimsótti vinkonu sína uppi útvarpsstöð og spilaði pool og endaði að tapa 2-1 fyrir mig, PS stelpur, he's single og hashtökin eru pool, loser, hot stuff. Þannig að það sem við vilja loser. Hann er single stelpur. Já, ákvæða mennum biljard og losera. En ég er að sjá það núna, hún notar hashtag allstar. Já. Hérna er hún til dæmis, svo ég haldi áfram með þetta single dæmi hann. Já. Hérna er hún 1. maí, þá er hún á einhverju mótuhjóli. Já. Þá stendur hashtag ninja, hashtag single, hashtag outgoing, hashtag on air on the radio. Já. Svo er hún hérna búin að, 2. maí, búin að stilla sér upp fyrir framann fána framsóknarflokksins, þar sem stendur XB, og hún segir XB for boobies. Já, með 9 brjóstinn. Já, en það er ekkert hashtag þarna reyndar. Svo tekur hún smá flip hérna, hún er nú bara grínast eins og stendur hérna sko, en hérna er hún með, Opal, Topaz og Tindavodka fyrir fram að sig. Já. 3 flöskur og hún er svona brosandi með tungun úti. Já. Og þetta var bara síðasta föstudag. Þá skrifar hún party officially, hashtag divorce, ha, joke.
Já. Hún bara fíblast. Já, hún að fíblast Hún ekkert að djamma því hún skilin. Nei. Hún bara aðeins að fíblast. Svo tekur hún hérna, hangover, #beautiful, #Saturday, #work. Hún svolítið að segja sjálf á hún sér falleg. Já. Nei, fyrir brunakerfið í gang. Það búið að kveikja í byggingunni. En ekki árum þetta hlustundur því að við munum standa vaktina og halda áfram að flytja útvarpsþáttinn þangað til að það kviknar í fötunum okkar. Það bara þannig sem við vinnum, en eitthvað meira sem vilt fara yfir í netmisnotkunni? Það bara vala vingunum okkar? Já, bara. Ég hef ekkert orðið var við neitt gróft í vikunni, sko. Nei, þetta bara flott hjá henni og hérna... Og ég kátur, sko. Já, við óskuðum báðum bara allsins besta. Vonandi vinnaði úr þessu. En hún allavega singul. Það bara þannig. #singul. #singul. Þetta sumarsmellurinn í ár. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Já, þetta vorsmellurinn allavega. Já, heldur að þetta var orðið þreytt í sumar? Nei, þetta svona... Nei, alls ekki. Ég elska þetta lag, sko. Já, minnst það ekki. Styttist í Bent, hann á leiðinni til okkar og gestur þáttarins í dag. Við ætlum að ræða við hann Rottweiler og komandi verkefni á þeim. Já. En ég glemdi á hann að segja í netmisnotkunni. Það var eitt sem ég tók hérna eftir. Já. Að, við náttúrulega fórum yfir Völu Granda á hann. Já. En Hannarún, hún fekk, risa blómbönd frá besta kærasta í heimi. Nikita Basev. Æðislegt. Já, hann gaf henni, maður sjá, þetta eru 10 risa blómböndum maður. Já, hvað eru margar rósir? Hann í einhverjum blómadíl einhverjum? Ég veit ekki hvort að af hann segir blómabúð hérna í Reykjavík eitthvað. Þetta orðið fáránlegt, sko. Fallegu rósirna sem fallegast og besti kærasti í heimi gaf mér í morgun. Nikita Basev, I love you. With Nikita Basev. Hvaðan Nikita Basev? Hann rússneskur. Já. Og þetta eru... þetta komið beint frá Moskvu eða? Hann bara making us look bad, maður. Já. Sko, íslenski kallmenn. Já. Þeir líta ekkert alltaf vel út við hliðina á Nikita Basev. Nei. Því að, það þarf ekkert tilefni. Hún vakna bara með rósir og svo var hérna líka á Facebookinu þá kom hann með morgumat bara til hennar í rúmið og... Já, góðan dag. Þetta eitthvað sem okkur myndi ekki dett í hug. Já. Því miður. Það alltaf gerast. Við þurfum að fá hann bara hérna í smá spjall og ræða við hann rómatík. Hvernig væri það? Já. Fá Nikita Basev næsta mánudag. En þú ætlar að segja mér eitthvað áðan. Þú varst með eitthvað góða frétti fyrir mig. Já, ég var með góða frétti fyrir þig. Ég var nefnilega að lesa hérna frétt sem heitir Óbrigðult ráð gegn skalla komið fram. Ok. Það reyndir alltaf að koma eitthvað svona kjafta en reynum á það. Ég veit ekki. Fullyrt að þeir sem eru að fá skalla. Já. Eða þú veist, eru með skalla, gerir nánast hvað sem til að finna ráð við því. Þú kannstu það? Ég ekkert að reyna eitthvað persónulega að malla saman eitthvað rusl heima hjá mér, en ég var alveg til í hár. Já, ok. En nýjasta aðferðin gæti jafnvel staðið í þeim hörðustu, svo sársaukafull hún. Vísindamönnum hefur nú tekist að fá hár til að vaksa á nýjan leik í hársverði með því að tappa blóði af viðkomandi og sprauta blóðinu í hársvörð viðkomandi. Þetta hefur verið kölluð vampíru aðferðin. Þar með verða til nýjar frumur við skallan sem örva hárvöxt á svæði sem var gróðurlaust fyrir. Þetta kemur fram í Sunday Times nú melgina. Á þetta að vera svona sásökafullt? Já, örglega ég með það hún lítur að vera þetta að deyfa eitthvað manneskina. En nýjustu rannsóknar þessu sviði sem að vísindamenn við alþjóðlega hárrannsóknarsjóðin sem að ég veit að þú styrkir reglulega. Það var ekki 30% af laununum þínum alltaf í alþjóðlega hárrannsóknarsjóðin. Já, ég elskar styrkjan. Já, sem til húsa í háskólanum í Brescia í Ítalíu og í Ísrael einnig. Ég þetta bara mjög sáttu við að sé til svona sjóður. Já, hérna mætti eða góðum fjármunum í hann. En þar voru rannsakaðir einir 45 skallamenn, eins og stendur í þessari frétt. Ok, eru við flokkaði sem það, bara skallamenn? Skallamaður. Já. Sjúklingunum var skipt í þrennt, Sjúklingunum? Hvað að gerast það, mann? Þú hlýtur að fá einhverja örorku með þetta. Þú mætti halda það, bara sjúklingunum var skipt í þrennt, ok. Einn hópurinn fekk blóðvökun í hársvörðin, annar stera og svo þriðji lyfleysu. Árangurinn var greinilegur í blóðvökvarsprautunum í hag. Þannig að, þetta virkar, sko. Já, aldrei að vita. En býtu, hvernig líst þér á þetta? Ef hvað hafa samband við hennan? Ég myndi, sama hvað sásviki ég viðurkenni alveg, ég myndi reyna á það. Já. Ég myndi láta að sprauta blóði aftur í hárvöxtinu á mér. Myndur þú gera allt? Nei, ég myndi ekki gera allt. Fyrir að fá hár aftur? Nei, einhver stær dreigir mörkin. En virkilega gaman að geta greitt sér aftur. Já. Það bara ekkert að vera að gerast, fjandinn. En hárkollu, yfir hana? Ég hættu við hana. En við ætlum að fá Bentinga í heimsókn, hann rétt á komin sem að ræða það hann komandi verkefni Rottweiler. Hér Kanye West og Jay-Z með Oris. Viðskiptafræði þarf maður ekki bara að læra að reikna, heldur líka að taka ákvarðanir, vinna með fólki og fást við raunveruleg verkefni. Þannig það á Bifröst.
Háskólinn á Bifröst. Lítil borg í Borgarfirði. Með afsláttarþrepum orkunar og viðbótarafslætti á þinni stöð getur þú verið með fastan 10 króna afslátt hjá Orkunni. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. 16 tónn pizza með 2 álugjum, ostabrauðstangir og 2 lítrar á kók á 8 ára gömlu verði. 1890 krónur. Wilsons pizza, pantaðan á wilsons.is eða í síma 581 1515. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö. Við höfum Blöndal og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag, en við erum konum með góðan gest. Það að mínum mati besti rappari landsins og hann heitir Ágúst Bent, verður velkominn. Já, takk. Við höfum sagt þér það áður. Já, við höfum sagt þér það ekki bara í útvarpinu að þú ert uppáhaldsrappari bæði minn, eða bæði á mér og Sveppa. Já, takk fyrir það. Og mér. Og þér líka. Já. Okay. Ertu besti rappari landsins, Bent? Já, ef einhver getur svarað, þá það hann. Það er aldrei vant að sjálfstöðst í hann. Ég hef alltaf sagt já, sko, en svona í seinni tíð ég farin að skipta út gæðum fyrir skemmtilegheit. Já, ok. Þannig að núna vill ég frekar vera skemmtilegast rappari landsins. Já. Þetta gæði með að fokka sér. Já, gæði með að fokka sér, segir hann grjótharður hér, en það alltaf að gerast við ykkur núna. Í XXX. Já, það eitthvað að gerast. Við vorum að gefa út þetta lag. Við erum að því núna, þú veist. Já, sem við spila hér eftir. Þú veist hvað ég meina mær. Ákveð að taka það upp. Það endur gera gamlan slagar af skítumór. Já, þetta svona konceptplata. Við erum að taka skítumór og lög. Já, og breyta þeim. Já, en við ætlum að spila, þú veist hér og eftir. Já, gott. En hvað og að koma bara heil plata? Já, veist, árið 2013 veit ég ekki hversu mikið sens sem meikar að gefa út svona geislaplötu, sko. Næ, ok. En við gefum út eitthvað svona eitt lag í einu og samtals hægt að kalla þetta plötu. Já, en þú sér ekki fyrir að koma í geisladisku með öllum lögunum á? Já, svona, mér finnst það svolítið gammaldags, sko. Já, þannig að fólk frekar að kaupa þetta bara á tónlist.is og gefa þetta bara, maður. Gefa þetta, já. Já. Það er nefnilega, ég veit að internetið ekki komið á sögukrók, en það rosa heitt í dag, veit ég. Já, ok, og getur þú sótt lögur og svona kæft það? Já, alls konar, sko. Ok, æði. Það einhvern veginn staðan fyrir að vera einhvern veginn að berjast við að selja einhvern nokkur endug og fá ekki smá klink, gefa þetta bara og fær hvað sem jafn mikið penning fyrir 1 gig og gefa til að blöðu. Já, ok. Það segir Bent hér grjótharður, þannig að við munum aldrei sjá fleiri diska frá XXX og Rottweiler. Nei, já, kannski, þetta ekki, nei, örugglega ekki. Nei. Menn eins og í dag, krakkarnir í dag hlusta ekkert á diska, downloada engin minnsinu, tjekka bara á YouTube og downloada mestalega einu lagi af plötunni. Þannig að í staðan fyrir að gefa út 15 laga plötu og fólk hlustar á 2 lög, gefa bara út 1 lag í einu og fólk hlustar á þau öll. Og hvað heldur þið sé að fara að gefa út að gera mörg lög á þessu ári? Þið voruð ekki eitthvað í stúdíu en daginn? Jú, við fórum út á land í stúdíu og /sumarhús og tókum upp nokkuð lög. Það einhvað sexy við það koncept, að fara bara með bestu vinnum sinum í hljómsveit og taka upp lög og hvað, voruð þið bara að grilla og syngja og semja og... Já, eitthvað svoleiðis. Já, þið er annað með það. Já, mjög næs. Og hvað ekki tónlistamæður? Mér finnst eitthvað sexy í þessu. Og ég segja þér okkur úr því tónlistamæður. Að þið er ógeðslega lélugur söngvari og kann ekki á neitt hljóðfæri. Ég veit alveg okkur. Þú er nú alveg gefið út nokkuð lög. Já, það er eitt og eitt. Hann er bara að finna þér, sko, menn eins og hérna Öddi og náttúrulega sérstaklega Steindi, sko, eru bara einhverjir hérna svona vinsælustu tónlistamenn landsins þó þeir séu líklega lélugustu söngarar landsins. Steindi er góður rappari samt eða ekki? Jú, hann var náttúrulega rappari áður en hann var grínari, sko, þannig að hann er með rappabakgrunn. Var hann, þegar Steindi Junior var rappari, var hann þá með a rapper's attitude líka? Hefur hann alltaf verið þessi ljúfi, góði drengur? Já, hann var með rapper's attitude, sko. Það var eiginlega ekki bara fyrir hann valdi þessi nafni Steindi Junior og fór að grínast að hann þóttist ekkert kannast við að hafa verið hrotti allir svo. Ég hef nefnilega heyrt að hann hafi verið hrotti, sko, sögur frá Dóra, sko. Hann var meira sér eitthvað hrottast í Dóra áður en þeir urðu vinnir. Já, eða bara þangur til að Dóri voru stóri til að hrottast í og þá bara rekrútaði hann frekar. Þegar Bent getur sagt þetta þegar hann er þetta einn bara, því alltaf þegar Steindi er með honum og Bent byrja að segja frá þessu, hann hefur sagt mér þetta áður og kemur Steindi alltaf strax bara, nei, hvað hættu þessu kjaftaði? Þannig að hann var hrotti, bara rappari og hrotti. Þið vita náttúrulega betur þeir sem voru með honum í Mosó, sko, en þannig ég nægilega bara restin af hrottunum, en hann var mjög ofbildisfullur og skapstór. En það hefur aldrei verið. Þetta er gæðablóðið Steindi Junior, hann breytti maður í dag greinlega. En hefur einhvern tíma verið svona rígur eins og þú segir hann hafi verið í Mosó, er eins og West Coast, East Coast úti, það hefur aldrei verið eitthvað svona á Íslandi eða? Ekki svona, já,
Það reyndar Móri ætlaði að ráðast á Erpinsunni en það var ekkert einhvað því hann býr í Kópavogi. Nei, það tengdi svo lítið hverfum sko. Þegar Rottalur að byrja, þá var smá svona, gaurinn í Vesturbænum á móti svolítið, en samt eða ekki út. Þetta var eiginlega alltaf fylkingin að skiptisturinn ekki eftir hverfum sko. Nei. En hverfaslagsmálinn sem voru alltaf í gamla daga tengdust lítið rapptónlist sko. En það var Mosó á móti Kópavogi og Árbær á móti Breiðholti en það var lítið svona disslög. Þeir hefði átt að gera meira af því og minna því að berja hvort annar með kylfum sko. Já, en það líka núna, það ekkert mikið eitthvað svona rappstríð í gangi, ekki allir vinir bara í rappheiminum á Íslandi í dag? Já, það náttúrulega aðalega, yngri krakkarnir sem eru svona reiðir, sko. Já. Eldmóðurinn og ástríðan svolítið hverfi með árunum, eins og þið þekkið strákar. Já, segðu. Það er búin að deyfa tilfinningarnar og lengi. Akkurat, en þannig að það eru aðalega svona menn fyrir tvítugt sem eru, það blóð heitir í rappinu að þeir eru til að slást í því, sko. En eldmóðurinn og ástin hverfur tvítugt? Já, ég myndi segja það. Er það líffræðilegt eða andlegt, heldurðu? Ég held að menn verði bara rosalega þreyttir. Já. Og eftir það þetta bara fyrir peningana, sko. Með þessum orðum ætlum við að heyra nýjasta Rottalagið. Ég ætlum ekki að sleppa þetta strax, Ben. Það hendar inn í hraðaspurningar eftir smá. Er eitthvað sem þú vilt segja áður við setjum þetta lag á? Lagið heitir Þú veist. Lagið heitir Þú veist og það er Þú veist. Það er Þú veist. Segum á þessum. Þetta er XXX Rottalir. Reykjavík, Sódóma, Reykjavík, bókut. Oh nei homie, ég svo self-made. Oh nei homie, ég svo self-made. Oh nei homie, ég svo self-made. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar á súlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar á súlum. En ég dett bara í rommið, stílbónu fjósinn, fyrir stefnumótið við óhreina ljónið með spúlaða lókin. Tóni eins og óðinn því þjóðinn vill tónin og ég þvæ mér hendur á því snerti á með lókin. Fuck það, þeir eiga ekki jack, þetta er rockbar, en þeir eiga ekki jack. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar á súlum. Þetta var nýjasta frá XXX Rottalir, heitir Þú veist. Og hann situr einmitt hér, einn af fórspörkum hljómsveitunar Ágúst Bent, eða Bent. Nú ætla að spyrja þig, Bent. Já. Til að mikið með þig, mér finnst það flott. Já, takk fyrir það, kallið minn. En eru þið orðnir svona, hvað segir maður, dimmari en þið voruð? Er þetta orðað þannig? Svo núna, svona síðustu lög hjá okkur, þau eru þannig að svona meira myrkur yfir það. Kalla á kettlingum og kettlingar á kúlum. Já. Já, hvað ertu að tala um soundið? Já, svona bæði soundið og textan, eins og ef maður tekur lög eins og Bent nálgast og þér ekki boði. Bent nálgast er nú tölvöld meira dark en þetta. Já, það er mjög dark shit, sko. Já, en Ég kannski get sko sem svona utanakomandi sko, ég er náttúrulega búin að þekkja Bent lengi og ég veit að hann er svartur innan. Þú vilt ekki að ég fara að rifja eitthvað upp sko. En það varst eins og núna, bara mér textanir svona meira eins og bara fjallum ólögleg liv og djam. Já, ég veit ekki okkur þér finnst það að vera dark. Þetta er bara svona partílag og bara að dansa og hafa gaman sko. Það er kannski öðru þessi partíð sem við förum í. Ég veit það ekki. En einhvern veginn, ég var bara að hlusta á það, mér finnst svona eins og, það er greinlega bara bull í mér, að þetta sé eitthvað svona meira dark heldur en var. Já, mér finnst allavega ekki, sko, en hérna, maður reynir náttúrulega að takta í tíðaröndan í sandi, sko. Já. Rapp verður að hljóma nýlegt, út af því annars er þetta ekki bara
Nei, en þú, til dæmis, þú heima leika að búa til eitthvað svona sound, það Lulli sem að kemur bara með soundið? Þetta svona sameiginlegt átak, sko. Já, ertu þá bara heima í tölvunni að reyna að finna eitthvað, hvernig virkar svona? Já, menn eins og þetta lag sömdu við allir í sameiningu, sko. Já. Þetta átakið allir vinna. Allir vinna, saman. Það eitthvað átak sem ég til að setja í minn þátt, FM95. Allir vinna. En en gerir það þá bara í tölvu eða er þetta á keyboard að leita svona, hvernig? Já, menn það er Lulli sem býr til allt undirspilið, sko. Já, ok. Hann er snillingur, sko. Þetta cool og, ég óskæði til hamingju með það. Já, takk. Skemmtilegt, hvenær kemur svo vídeóið? Já, það getur bara komið vikunni. Ég hef búin að sjá brot úr vídeónu og ég get vottað fyrir það að það verður algjörlega geggjað. Já, hlakka til að sjá það. En það er komið að hraðaspurningum og þú ætti nú að þekkja reglur þegar kemur hraðaspurningum, Bent. Þú getur ekki svarað rangt og getur ekki svarað rétt. Eftir bara að hreinsa hugan og segja fyrsta sem þetta er í hug. Ok. Ertu til í þetta? Þá byrjum við 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Terminator 2. Hver er nískastur í Rottweiler? Erpur Eyvindarsson. Hver er skemmtilegastur í Rottweiler? Erpur Eyvindarsson. Hefur þið lent í slagsmálum? Já. Hvað ert að hugsa akkurat núna? Hvort ég hef þetta svara síðustu spurningu, villust. Besta namnið? Hockeypulver. Hvað sagðu? Hockeypulver. Besta hljómsveit allra tíma? Wu-Tang Clan. Ef þú ættir að fara á tónleika með hvaða hljómsveit sem er í heiminum eða flytjanda, á hvað myndir þú fara? Í Justin Bieber. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýrir eru valinu? Antilópa. Með hvaða liði heldur í ensku knattspyrnunni? Voru ekki að það villisu. Með hvaða liði heldur á Íslandi? Fylki. Besti skyndibitinn? Nonnabiti. Hvað drekkur þú fer út á lífið? Bjór. Hvað kveikir í þér? Bjór. Ef þú mættir hitta hvern sem er í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Joe Rogan. Nei, anskotin, sjálfum maður. Uppáhaldsleikari? Uppáhaldsleikari? Tom Cruise aldrei bara. Ok, uppáhalds sjónvarpsþættir? Game of Thrones. Hvað kaustu síðast? Pírita. Ok, þetta var svona, þú ert ekki lengi að svara, endar hreinskilinn maður. Nei, ég held að þetta sé sko, þetta sé fljótastur af öllum. Já. Með mesta hraðan af þeim sem hafa komið í þáttinn, sko. Bæði fljótastur að svara og samt ekki í ruglunni þar að koma svörun. Á nett hreinskilinn held ég bara. Nema reyndar ég með antilópuna. Ég er að googla antilópu og ég vil ekki sjá mann sofa hjá antilópu. Hún er satt svona kvenlegt. Hún er reyndar mjög kvenleg. Já, það er strax kostur. En hún er svo blíð. Þú horfðir ekkert að ensku, varstu aldrei í íþróttum, Bent? Varstu ekkert að æfa fótbolta? Við vorum á sjálfmótinu saman. Nú, ok, þú hefur æft fótbolta. Fyrir Fylki. Já. Ég æfði fótbolta þegar ég var barn, sko. Ég var alltaf neitt sérstaklega góður, ég gerði þetta alveg bara til að hanga með vinnum mínum, sko. Já, bara upp á félagskapinn. Já, og ég hætti fljótlega, sko, bara 11 ára hætti ég fótbolta. Já, ok, þú varst ekkert sem úlingur í hvorki körfunni í fótbolta eða neitt? Já, svo fór maður aðeins í körfubolta þegar NBA-æðið var sem mest. Já. Svo fór ég eitthvað í einhverjar bardaíþróttir, en svo, og að lyfta. Hvað íþrótt heldur þú sett gástur í? Eða þá er ég að tala um boltaíþrótt? Boltaíþrótt? Já. Ég er náttúrulega reyndar að stunda fólf af kappi. Já, ok. Og en boltaíþrótt, ég er svolítið lélugur í öllum teamsports af einhverjum ástæðum. En fólfið, er það ekki teamsport? Nei, raunin ekki, sko, maður gerir þetta með félögunum sínum, en þú bara ert að reyna að slá þitt eigin persónulega með. En þú ert mjög líkamlega vel byggður í alls konar átök. Já, ég er alveg í formi, sko. Já, er ekki synd að sóa þessum líkama í... Jú, það er synd. Það er alveg synd. En hvað, Erpur, er hann skemmtilegastur og nískastur í Rottweiler? Já, ég myndi segja það. Og það er bjór sem kveikir í þér. Og þú mættir hitta hvern sem er, þá mættir hitta Joe Rogan, really? Ég veit það ekki, sko. En maður hafði lítinn tíma til að hugsa, maður hefur sett hann áður sem einhvern svona skemmtilegan gaur til að jamma með. Já. En veit ekki hvort hann væri alveg í fyrsta seti. Nei, hann er allur í UFC, eða ekki líka? Jú. Hann er ekki á kafið því. Svo var Tom Cruise uppáhaldsleikari? Já, mér finnst það eitthvað ágæti svar. Það er ekkert marga leiðilega Tom Cruise myndir. Nei, veist að ég er árinnin engan uppáhaldsleikara, sko. Allan ekki útlenskan svona, en Tom Cruise finnst hann bara alltaf að vera mjög solid. Já, ég er alveg sammálaði. Hann er mjög solid. Maður sér ekki margar leiðilega myndir með honum. En Bent, sannur heiður að fá þig hérna í spjall. Takk kærlega fyrir að koma og við hvetjum alla til þess að tjekka á vídeónu sem kemur út í vikunni. Við látum ykkur nú vita þegar það er komið á veraldavefinn, en þetta náðum að lagið. Þú veist, er það nýjasta. Það var mjög gott í dag, Bent. Takk kærlega. Við skulum fá hér næsta lag, Macklemore, svo er það lagið á leiðinni heim og fleira. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. 957 kynnir í samvinnu við Túborg. Prólokatjam á Factory, helgina 10. og 11. mæ. Fram koma FM Belfast, Vök og Friðrik Dór. Miðasala hafið á miði.is. Handhafar bláakortsins fá 20% afslátt af miðum þegar verslað er á miði.is.
Túborg og FM 957. Á hringtorg.is farðu hringtorgsappið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláakortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Agent.is í samstarfi við Túborg og N1 kynna Tiny Tampa, Far East Movement, Rúti Mental og stærsta plötusnúð heims, Nicky Romero. Á Keflavík Music Festival dagana 5. til 9. júní. Atriðin ásamt 100 öðrum tónlistatriðum. Ekki missa af stærstu tónlistahátíð landsins, tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Símaskráin 2013 komin út. Í ár hún tileinkuð sjálfboðaliðum Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. Nánari upplýsingar afhendingarstaði á já.is. Já svarið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Temdu apar hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Íslenskt já takk eitthvað. Já, það átak hjá okkur. Já, spilaði íslenska tónlist, það er sungið ensku þarna en þetta íslenskar stúlkur. En ég ætla að spyrja, vissir að okkar menn að spila í kvöld? Ég vissi það. Það Fylkir Valur. Já, í lautinni maður. Í Pepsi-deildinni. Á heimavelli mínum. Já, hvernig heldur það fari? In my hometown. Ég held að það Eru Fylkismenn með gott lið núna? Þeir eru náttúrulega konum með TG9. Já, rosalega gott lið. Tryggvi Guðmunds, kóngurinn mættur í Árbæinn. Já, og titillinn á leiðinni í Árbæinn í fyrst skipti. Nei, það ekki bara að gerast til. Það verðist einhvern veginn, hefur Fylkir orðið Íslandsmeistari? Nei. Þau eruðu bikarmeistarar þarna daginn. Tvisvar daginn. Það alveg áratugur síðan. Já, ok. Það fara á leikinn? Við komst ekki, við erum í boltanum aður. Já. Á nákvæmlega sama tíma, en annars hefði ég alltaf farið, sko. Það svo fínt við til að fara á öllin og svona. Svo líka það KR Stjarnan, sem góðu leikur líka. Og svo minni ég á Pepsi-mörkin sem klukkan 10 kvöld í opinni dagskrá, bæði á Stöð 2 Sport og vísir.is. Já, svo einn leikur viðbót. Manstu hvað leikur það Nei. Nei, ekki ég heldur. En þeir byrja á sigri í BF í gær 1-0, David James og félagar. Ég verði eiginlega að hrósa David James fyrir hvernig hann að koma inn í deildina. Það er ekki vottur af hróka þarna. Já, hann mjög flottur. Og hann ekkert komin inn til að djóka. Nei. Bara leggur metnað í þetta og langar að þjálfa og ég held að þetta sé eðal námingi. Já. Síðasti leikurinn FH Keflavík, svo það komið á hreint. Þannig að þetta eru 3 flotti leikir í kvöld. Já, að tekka á því og henda sér á völlin. Já, við munum fara á völlin leið og við komst. Sko. Já, það er bara, ég kemst að við komast ekki á mánudagskvöldum þegar þá eru við sjálfur í bumbubolta. Já, við þurfum líka að spila fótbolta. En ég vona að Valsmenn vinni í kvöld. Ég held að Valur getur verið með fínt lið á þessu ári. Já, ég vona að Fylkir vinni. King Maggi Gylfa komin hérna á liðarenda og það konir nokkri góði leikmenn. Eins og hverjir? Hann var að koma hérna Hörst sem var í BFK fyrir 2 árum síðan. Já. Búin að vera hjá Vestbrom og eitthvað. Já. Hann verið mjög góður og svo náttúrulega Bjarni komin heim og fleiri. Já. Þetta verður fínasta sísón í Valheldi. En líka alveg komið tíma. En hjá þínum mönnum í Tindastól, sem er náttúrulega liðið sem að þú heldur með hlýtur að vera. Nei, sko, ég held með Val áður en ég held með Tindastól. Já, það er rosa skrítið. Þú ert frá Sauðárkróki. Já, en ég fættist á Sauðárkróki, en svo flutti ég þaðan. Ég er alltaf að útskýra þetta. Já, en ég bý núna niður í miðbæ, en ég held ekkert eitthvað með Val eða KR núna. Ég flutti frá Sauðárkróki þegar ég var 2 ára. Já. Flutti ég í bæinn, þannig að þegar ég alast upp, bara, fann að hafa vita fótbolta, fann að hafa áhuga á fótbolta þegar ég 5 ára, þá er ég alltaf að fara á völlin með pappa, hann er rosalegu valsari. Já, þannig að þú ert Júdas. Þú ert Júdas. Þú hlýtur að halda með Tindastól sem er þitt bæjarfélag. Auðvitað stiði þá líka, en sem betur verið, þá er þeir ekki sömu deild, þannig að... Herru, Júdas er í símanum, vil fá silfurpinningarnir sín aftur. En það er svo komið núna að lægin á leiðin heim. Já. Og ég leiði þér ekkert að taka þátt í þessu núna. Nei, ekki frekar en vennilega. Jú, þú er náttúrulega ekki að taka þátt í. Nei. En ég veit, vák, þetta var einlægt nei. Þetta gröðla fyrir eitthvað. Nei. En ok, þú mátt velja næsta lag. Já. Hvernig veistu það? Í næstu viku. Já, í næstu viku. Mjög vel. Ég lofa þér því. Takk. En lagið sem ég er búinn að velja í dag hefur verið áður sem lagið á leiðinni heim. Allavega 2 svar. Því að þetta er eiginlega bara eitt af mínum uppáhaldslögum allra tíma. Ok, er þetta gamalt lag? Já. Er það með Pearl Jam? Nei. Þetta er ekki Creed? Nei. Ok, er þetta Guns N' Roses? Nei. Ok, er þetta eldri en 20 ára? Nei. Er þetta svona cirka 20 ára? Já.
Svona, þú veist, eitthvað 93, 4, eitthvað svona. Já, svona, já. Er þetta rocklag? Nei. Ok, en með rockljónsveit? Já, svona. Bandarískt? Nei. Íslenskt? Nei. Brest? Já. Ok, er þetta hljónsveit eða sólólistamaður? Þetta skemmtilega leikur, þetta hljónsveit. Og það early 90s. Er þetta Oasis? Nei, þeir eru ennþá vinsalegir í dag samt, sko. U2? Nei. Blur? Nei. Þetta er Radiohead. Já, ef það hefði gefið mér svo 20 sekundur upp á það ég fatt að. Þetta er að mínu mati þeirra langbesta lag. Fake Plastic er mikið flottari lögin. Þetta er Fake Plastic Trees hér með Radiohead, lagið á leiðinni heim. Svona kósi á sólríkum mánudegi. Búið að vera fínasta veður í dag. Við Bjössi er búin að vera með ykkur síðan 4 og það er komið tími á að kveðja. Hann er að detta hér í hús, hann Rikki G. Já. Er eitthvað sem að þú vilt segja við hlustendur hér í lokin, Björn Bragi? Já, bara farið varlega í umferðinni og ekki nota eiturlyf. Já, þetta er bara frábær lokaorð þennan mánudaginn. Við heyrumst aftur á morgun, þá verður Sveppi Krull mættur hér með mér í stúdíóið og já, verðið með ykkur frá 4 til 6 eins og alla aðra þriðjudag. Takk vel á móti Rikka, takk kærlega fyrir hlustun í dag. Bjössi, takk fyrir daginn. Takk fyrir að leyfa mér að vera hérna. Við sjáumst í Bumbubolta eftir. Já. Og áfram Valur í kvöld. Áfram Fylkir. Endilega kíkja á völlin, hafið það sem best í kvöld, heyrumst á morgun. Endum þetta á Muse og lagið þeirra 957, gleðilegt sumar. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957, FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Þetta heyrið þú á Keflavík Music Festival. Ringðu þið miðar strax á miði.is eða á næstu N1-stöð.